Sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan heilsumóla. Ég algjörlega að taka þetta upp svona spontant, bara eitthvað sem að mér var að hugsa til á leiðinni í vinnuna. En klukkan 8:30 á mánudagsmorgni og svona á mánudögum maður oft svona vonandi frekar ferskur eftir helgina ef maður náði að hvíla sig. En það nefnilega margir sem að eru bara liggur við að kvíða fyrir því að rútínan byrja aftur að því að þeir eru með svo þétt pakkaða dagskrá að helgarnar verða einhvern veginn svona bara eiginlega stuttar og maður næri ekki alveg að hlaða batteríin eftir vikuna. En þá var mér hugsað til á leiðinni að það svo ótrúlega mikilvægt að við sníðum okkur stakk eftir vexti. Nú ég búin að vera að taka eftir því á samfélagsmiðlum að það fullt af áhrifavöldum að sína svona, hvað segir maður, sínar venjur, já, og daglegu rútínu, kannski það orðin sem ég var að leita, sína daglegu rútínu. Og það vaknað eldsnemma og það farið á æfingu og svo farið kannski kalt, ker, svo einhver rosa hollur og góð morgumatur og síðan hugleiðsla og dagbókarskrif og svo vinna og svo kannski aftur, jafnvel þess vegna út að hlaupa eða eitthvað og einhvern veginn, svona gengur dagurinn. En við bara ekkert öll á sama stað í lífinu og við getum ekki öll tileinkað okkur sömu venjur. Ef ég á 3 börn og krefjandi heimili og jafnvel aldraða foreldra sem ég líka hugsa þá einfaldlega get ég bara ekkert gert allt þetta. Þeir sem að sýna frá meina vel og ég hef oft hugsað þetta sjálf því ég kannski að sýna frá einhverju sem ég geri og ég meina alltaf vel með því að því að mér langar að vera fyrirmynd að góðum venjum. En við sem hlustendur og neytendur á samfélagsmiðlum, við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti og það þýðir ekki að ætla sér að gera allt sömu hluti og þeir sem eru kannski ungir og barnlausir þegar maður ekki að þeim stað í lífinu. Og eins og bara með að borða 100% mataræði, auðvitað getum við reynt að gera okkar besta, en það ekki alltaf hægt að gera jafnvel og maður myndi vilja gera. Það kannski málið. Og við förum einhvern veginn svo oft að brjóta okkur niður eins og ég búin að tala í story hjá mér á Instagram. Við förum einhvern veginn að gera svo mikla kröfur til okkar að ef við klikkum innan gesalappa og við stundumst ekki það sem við ætluðum að gera, að þá einhvern veginn förum við bara að brjóta okkur niður fyrir það og í staðinn fyrir að bara halda áfram og gera áfram sitt besta, þá förum við eitthvað svona niðurrif og ég kalla það að sprengja öll 4 dekkin. Ef það myndi springa 1 dekk á bílnum þínum, þá myndir ekki fara út og sprengja hin 3 líka. En við gerum það einhvern veginn við okkur. Og ef þeir eru að tala við úlinga, þá þetta ofta líka sér þannig ef þau myndu missa símann sinn, að þá myndu þau ekki fara að hoppa ofan á honum. En það svolítið því miður það sem við gerum þegar við erum að setja of mikla kröfur á okkur og stundum ekki við þær, að þá einhvern veginn eins og við förum að brjóta okkur niður fyrir það. Þannig að við þurfum að sníða okkur stakk eftir vexti. Við þurfum að sýna okkur mildi og ekki bara gera of mikla kröfur. Auðvitað gott að hafa markmið og eitthvað að stefna að sem heldur okkur gangandi. Við viljum heldur ekki bara vera sófakartöflur og komast ekki upp á sófanum. En við þurfum að velja að hafna. Hvað hentar mér? Hvað nærir mig? Eins og ég tek oft dæmi með kalda sturtu. Að sumum finnst það geggjað og það bara vekur mann og maður tilbúin í daginn. En fyrir aðra köld sturta kannski bara kvíðavaldandi og hún þá bara alls ekki að næra okkur. Hún kannski bara auka streita á taugakerfið. Þannig að við þurfum að velja hvaða boltum við viljum halda á lofti. Og það fullt af boltum sem við köllum glerbolta sem við getum bara ekki mist. Og það fjölskyldan okkar og kannski vinnan okkar og heimilið, eitthvað svona. Foreldrar. En það fullt af gúmmíboltum. Það fullt af gúmmíboltum sem við getum valið að leggja til hliðar tímabundið að því að lífið í alls konar tímabilum. Og ég sjálf búin að vera að gangi gegnum bara svona andlega lægð og ég finn að þegar
ástandið þannig, þá þarf ég bara að leggja frá mér ákveðna bolta og bara leyfa mér aðeins að slaka betur á og kannski ætti maður bara að vera ennþá duglegri við það allt árið. Líkaminn oftast að reyna að segja mann eitthvað á hausinn að við erum kannski að fara fram úr okkur og mér finnst svo margir í kringum mig sem ég að tala við annarkvort búnir að vera í kulnun og að vinna sér tilbaka eða stefna lóðbeint þangað miðað við allt sem þau eru með á sínum herðum. Þannig að hvað erum við að gera? Fyrir hvern erum við að gera þetta allt? Hvað þurfum við að gera? Hvaða boltar eru glerboltar í lífinu þínu? Veltu því fyrir þér. Og hvaða boltar eru gúmmiboltar? Hvaða boltar geturðu lagt til hliðar þessa stundina til þess að þér líði betur, til þess að þú stefnir ekki á einhvern vegg á 100 km hraða? Af því það líka bara þannig að það dropinn sem holar steininn og við tökum stundum ekki eftir því hvert við erum komin nema að við stöldrum aðeins við og lítum tilbaka. Eins og því ég var í fjallgöngum daginn, stoppaði og leiti yfir og ég hugsaði, vá, ég komin svona langt? Og lífið oft svolítið þannig að við tökum eiginlega ekkert eftir ferðalaginu eða leiðinni nema við séum bara duglega að stoppa, staldra við, líta tilbaka og aðeins að velta fyrir sig okkur hvað við erum í raun komin langt. Stundum það gott ef við erum að stefna einhverju markmiði, en stundum það kannski ekki gott, kannski erum við komin langt fram úr okkur. Þannig að þetta voru nú bara svona hugleiðingar dagsins sem að komu til mín á leiðinni í vinnuna. En ég vona bara að þið séu að hugsa vel ykkur, þið séu alveg að sýna ykkur mildi. Ég veit að fyrir svona 10 árum ef einhver hefði sagt þetta við mig að sýna mig mildi, ég hef bara búin að rangvalda augunum, bara hvað hann að meina? Ég alveg að því, ég að hugsa vel mig, ég að gera allt sem skemmtilegt. En það akkurat þegar það skemmtilegt sem við gleymum okkur. Þá tökum við ofta af okkur ómikið. Þannig að það alveg hægt að klessa vekk þó að sé gaman, alveg svo gerist hjá mér fyrir 5-6 árum, eða 5 árum. Þannig að, já, enn og aftur, farið vel með ykkur, njótið þess að vera til, njótið ferðalagsins sem lífið og takk fyrir að hlusta á hlaðvarpið með lífið í lúkunum.